komið þið sæl aftur, ég fæ stundum hann Árna Guðmundsson, forvarna fulltrúa til þess að ræða við mig Ísland í dag og hann hér mættur enn ferðina. Velkomin Árni. Já, þakka fyrir það. Mér sýnist að húsi að hrósa Íslandi og Norðurlöndunum fyrir að aðgengi að áfengi meðal annars sé nú ekki meira en það og á sama tíma og við erum að fá hrós utan úr heimi og menn eru að horfa til okkar sem einhvers fyrirmyndar lands, þá erum við að brjóta allt og bramla og erum á góðri leið með að verða eins og hin löndin. Já, sem dálítið merkilegt vegna þess að það var að koma út mjög góð skýrsla og greinargerð. Það er nálgast annað til dæmis á heimasíðu foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum. Já. Og það er bara úttekt á ýmsum sölukerfum og afleiðingu þeirra og þá kemur bara það sem við náttúrulega vitum og höfum vitað lengi að norrænu löndin, þar að segja utan Danmerkur, þau eru með bara ótrúlega góðan árangur í því sem maður myndi kalla lýðheilsu markmiðum, hvað var áfengisölu og það sker sig algjörlega út úr. Og það sannað í eitt skipti fyrir öll að aðgengi að áfengi hefur áhrif á söluna. Alveg. Hún hafsjóra fróðleika sem skýrsla og unnin af okkar vistustu vísindamönnum og það eru svona atriði eins og til dæmis þegar að einkaaðilar selja áfengi þá eru þetta viðhorfum þetta að selja sem mest eins og bara eðli viðskipta og þá eru menn margir hverjir ekki að láta trufla sinni eins og atriði eins og afleiðingar áfengissölunar og þá eru til dæmis í þeim löndum þar sem þetta semst algjörlega bara látið bara slæta og án nokkurs eftirlýs eða annars að þá eru þetta ekstra útsölur, auglýsingar, verðsamkeppni, allt sem gengur út á það bara að koma vörunum sem viðtakast út og það hefur vissulega áhrif á lýðheilsu við komum til landa og það kemur berlega í ljós. Já. Og líka það sem að menn eru þetta byrjar að sjá almennt það að jafnvel í löndum sem hafa verið með einhvers konar viðskiptafrelsi í þessu eða hvernig sem menn vilja fara með frelsishugtaki í því að selja viðkvæma vöru að þá það bara þannig að þar eru menn svona dálítið að reyna að draga saman seglin. Írar ætla að fara að merkja allir með áfengi, þeir ætla að fara að setja viðvörunir utan á áfengisumbúðir eða áfengi og það er alls konar svona hlutir. Frakkar hafa mörguleiti verið mjög passa saman sem þetta auglýsingar áfengi. Litáar eru í rauninni bara þetta búin að vera í alveg gríðarlega erfiðum málum. Það er áfengi bara á spottprís allstaðar alltaf og afleiðingar eftir því það ég man ekki alveg tölur svona, ég er ekki með hjá mér það er svona talað að það sé áfengisneysla einna mest sem mælist í Evrópu jafnvel víðar kannski tvöfalt á við það sem þetta er verst og þá fara menn að kíkja á hvað er þetta sem veldur og það eru þetta aðgengi, verðpólitík, auglýsingar eru alltaf mjög sterkar og sölu fyrirkomulega þetta. Já, manni finnst eiginlega alveg með ólíkindum að heyra ennþá sumt fólk tala áfengi eins og að sé bara eins og hver önnur venjuleg vara. Ef varan nýtur svona mikilla sérstöðu eins og áfengi gerir vegna skaðsemi áfengis sem búið að framreikna með milljónföldum hætti, hvað eftir annað þá í rauninni finnst manni bregður alltaf mikið þegar postular hins svokallaða frelsis tala eins og að heilsa barnan okkar skipti bara engu máli, tala eins og að félagslegar afleiðingar áfengisdrykkju afleitar séu ekki svakalegar. Við erum með nýja ríkisstjórn núna, hefurðu einhver leyti njósnað lýðheilsu stefnu þeirra hefurðu tilfinningu fyrir því hvaða stefnu nýja ríkisstjórnin mun taka í þessum efnum, hvort hún verður á þessum frelsisvagni því til dæmis með dettunni að Viðreisn gæti verið þar eða hvort þeir ætli að gera það sem að segir í húskýrslunni að sé gáfulegt að gera. Ég bind vonið við það, ég veit hann alltaf fyrirvændi landlæknir núna heilbrigðisráðherra sem tryggir auðvitað það að svona sjónarmið eins og við erum að tala fyrir við sem erum að vinna í lýðheilsumálum fái einhvers konar fókus og sterkari fókus en verið hefur. Ég hef fullar trú á því að við förum eitthvað, það verði einhver vinna gerð í þessa veru sem við fullilega tíma bara. Ég veit ekki alveg það er svo erfitt þetta frelsis allt saman
að því að nú ég til dæmis líti ekki á sjálfa mig, ég held ég sé mjög frjálslutur maður að eðlisfæri þó að ég vilji hafa ákveðna reglur ýmsa hluti í tilverunni sko, að það er búið að vera svo mikið verslunarfrelsis pælingar í þessu og umræðan hefur verið rosalega mikið á þessu forsöndum að þeir sem að selja mikið þeir og svo framvegis og auðvitað verður allir að fá að gera allt í viðskiptum og allt þetta og það hefur líka mengandótt umræðana vegna þess að ég bara heyrði viðbröðu þessar skýrslur sem tala núna á hana þá eru þeir sem eru til dæmis með hagsmuni á því að selja áfengi og þeirra fylgjendur þeir byrja strax að viðfengja öll vísindi alveg eins og tóbaksinnaður gerði í 100 ár allt sem óhagstætt tíðindi gagnvart viðskiptasjónumum bara ekki reiknað og menn búa til einhverjar hugmyndir í höfðunum á sjálfum sér og ganga út þegar það séu einhver heilu vísindi eða einhverja pólitískara möndur eitthvað viðskiptafrelsi að það gangi fram fyrir allt og það séu allu öðru merkilegra. Þessna held ég allir og vona allir að ef heilbrigðisráðherra verður svo manneskja sem heldur á þessum kyndli í ríkisstjórninni þá hef ég engar ágjör öðru en því að þetta verði í förgrunni út frá lýðheilsu. Þetta verði semst fyrst og fremst lýðheilsu nálgun. Á síðasta þingi lagði stjórnarþingmaður fram frumvarp áfengisneysla áfengissala gæti orðið á helgidögum líka. Það var svolítið tónninn þar, það kom nú ekki til ég man ekki hvað var þetta frumvarp, það var ekki samþykkt en manni finnst alltaf skipta svolítið máli hvaða stjórnarfrumvarp maður sér hvort sem þau verða veruleika ekki þau sína einhverju leiti tónin hjá stjórnvöldum. Já, ég þegar við að tala kannski út frá svona hvernig pólitíkin liggur sko að þá finnst mér til dæmis að þú myndist þarna viðrétt sko að þeir hafi verið á þessum vagni að þá samt sem áður fólk þar innabárs eins og ságæti þingmaður sem að Guðmundsson sem talar af djúpri þekking þessi mál og í raun og veru held ég að maður bara hlustar á hans málflutning gagnvart afleiðingum áfengis að þá finnst mér eðlinu liggja að hann og hans samsynningar séu raun og veru líka lýðheilsu þengjandi og hafi þá ríkan skilning á því að sölufyrirkomulag er mikill liður í þeirri baráttu að búi til lýðheilsu ekki og vend gagnvart börnum og ungmennum þannig að ég held að ég alveg bjartur á það er aðalega bara hvernig kerfi hefur ekki brugðist við hlutum sem slíkum. Á sama tíma og umheimurinn lítur alvarlegri augum á áfengi en nokkru sinni sér í rauninni ekkert gott við áfengi, þetta krabbameinsvaldur og ég veit ekki hvað og hvað plús öll lýðheilsu áhrifin og hörmungundan sem að fylgja, hvað maður segja, skammtíma áhrifum neyslu áfengis, þá verður alltaf léttara og léttara að ná sér áfengi hér og það er komið tvöfalt kerfi. Það eru einkaaðilar og það eru opinberir aðilar en samkvæmt lögum eiga bara að vera opinberir aðilar. Það er verið að fremja lögbrot. Já. Er það ekki? Jú, alveg. Og í raun og veru eins og oft hefur komið fram bæði hér og annars staðar þá er þetta alltaf sérstakt að það skulle ekki vera að tekja á svona einstaklega og augljósu máli. Og þú hefur sjálfur gert þitt til þess að láta reyna á það hvort þessi verða að fremja lögbrot? Já, sko, það eru lögfræ, já, það eru til, það eru til lögfræálit það að það sem sagt, til að teljast erlend netsala ef við tökum það, þá verður að kaupa áfengi erlends frá og það er ekki að fara einhverja verslun og í bæ og horfa á einhverja hillur og kaupa áfengi og benda í hillunar. Það er áfengis smásala. Og er ekki verið ár síðan og gegst sjálfur inn á lögreglustöð og rifjað aðeins upp þá sögu? Já, sko, það var bara einfallega þannig, sko, að þetta var búið svo mikið fálæti í þessu málum og maður fór að hugsa, sko, það var að vísa frá máli átíðaferð fyrst vegna þess að þeir voru ekki aðila máls. Og þannig að ég sem formaður í forvarnasamtökum, ég bara hugsaði með mér, ef ég kaupi áfengi ólöglega þá er ég náttúrulega aðili máls. Þannig að ég bara einfallega pantaði íslenska framleiðslu frá 2 fyrirtækjum og það tók 45 minútur í öðru tilfellinu og einhverja 25 minútur í hinn tilfellinu. Í öðru tilfellinu þá sótti ég áfengi sjálfur. Hinu tilfellinu var bara einhver ungur maður ég veit ekki hvort hann var reiðhjóli eða móthjóli eða hverjum var á með einhverja tösku aftan á sér og hann bara afhenti þetta á nokkurs
ég fór mitt að hugsa á eftir á hvort hann hefði sennilega allt til að afhenda áfengi, ég veit það ekki. En allavega tókst þessum 2 aðilum að flytja áfengi úr landi fyrst, að þetta íslensk framleiðsla, og ganga frá tollaskjölum og senda það erlendis og senda það aftur til sín og ganga frá innkaupapappírum og afhenda mér. Þetta tókst allt saman fyrir utan hvað þetta óþarft, því að það góð þjónustu í ÁTVR með sömu vöru í næsta húsi, en málið var það að þetta sýndi bara fáránleikann. Þarna eru menn að snúa út úr einhverju sem ekki, og ég bara passaði með að ég monitora þessi viðskipti alls ég fór síðan bara daginn eftir til lögreglunar og kærði sjálf á mig fyrir að hafa átt og vitna þar í lög sölufyrirreglum áfengislögin önnur, og legg fram bara fullbúna pappira þar sem ég viðurkenni algjörlega undan bara að lausta að ég hafi brotið lög sölu áfengis með því að kaupa. Árni gegn Árna? Já, og það sem man alltaf sérkenndi þess það liggur allt fyrir, ef við erum að tala um þetta sem einhvers konar sakamál, þá liggur allt fyrir. Varan haldlögð, það eru allar nótur og reikningar og það bréf þar sem ég lýsi því mjög eindregið yfir hvað mér hafa orðið á, og ég vil ekki gjarna ljúka þessu máli, og þetta núna komið ár síðan rúmt, þetta komið jólin, þetta var gert 22. desember í fyrra. Hefur einhvern tímann heyrt frá einhverjum síðan? Nei, ég hef náttúrulega skrifað vinum mínum í lögreglunni bréf reglulega, kannski 3-4 sinnum, og ég fæ engi svör. Einhvern tímann fekk ég að bréfið hefur verið móttekið, en ég að hugsa að í þessu máli þá ég að hugsa að svona fara að gefa því gefum hvort ég ætti ekki eiga einhvers konar viðtal við umboðsmann Alþingis, vegna þess að þetta auðvitað stjórnsýsla sem sérstaklega undarleg, myndi ég segja. Já. Vegna þess að þetta mér oft átt að ég átta að hafa stólið bara kortlispakka í einhverju verslun, hvort að viðbröðin hefur önnur, og þetta hversna menn ger ekki upp augljóst brot eins og þetta, og þá vorum að líka pæla það bara vegna þessi kerfið sem eða það bara í öðru liði en við hinn, sem erum það almenningur eða við sem eigum rétt á því að lög og reglur séu virtar í landinu. Fé til forvarnamála hefur einnig verið skorið niður. Já. Og þetta þykir svona frekar óspennandi umræða og það eins og að stór hluti Íslendinga hafa bara gefist upp gagnvart öllu því sem við getum nefnilega verið stolt af, samanber húskýrsluna, að þessi sérkenni okkar að vera með ríkissölu, opnunatími var töluvert minni heldur en í dag og fleira. Það eins og að þetta svo mikil mótsögn, maður upplifir svo mikla mótsögn að eitt af því sem ég velti fyrir mér, það hvort ósamstæð stjórnvöld, við vorum með bæði VG og sjálfstæðismenn í sömu ríkisstjórninni og hlutir dönguðust einhvern veginn áfram, hvorki af né á, bara pólar andstæðir. Það mikilvægt að stjórnvöld girði upp sig brækurnar núna og við fáum aftur einhverja festu og fáum að vita hvað í lagi og hvað ekki í lagi og hvers vegna. Já, þetta algjört grundvöld og ég held til dæmis að því þú talar þessi síðustu ár þá hafði ég tilfinningu á því að við erum auðvitað sem forvarnarsamtök og þeir forvarnar sem ég að vinna mikið með, við erum auðvitað að tala mikið við stjórnmálamenn og þessi mál. Og þá fekk maður þá tilfinningun að þetta væri alveg, maður vissi alveg hvar Framsóknarflokkurinn, Ásmundur Daði og þeir sem voru barnaverndarsjónarmiðum og fleira fólk þar var og líka eins fólkina Vinstri græna, og maður vissi alveg hugur þeirra lýðhelsu viljum fyrrverandi heilbrigðisráðherra og bara margt af því fólki sem var í forsvari bæði Framsóknarflokk og Vinstri grænum eru fólk sem með lýðhelsu nummer 1 og 3. Innan Sjálfstæðisflokksins þá var þetta að geta keypt sér hvítvín með humrinum og allt þetta og allt má alltaf og frelsi og treysta hinum og þessum og allt þetta lingo sem í annað formannsefnið núna á landsfundi sjálfstæðismanna, hún náttúrulega eiginlega var þekkt á því að tala óréttmæti þess að hún gæti ekki keypt sér á laugardegi hvítvín með humrinu sem hann ætlaði að halda.
En svona allir sýtti til viðra samvikið þá allir með sefin eða dóttu að mála klukkan 11:30 á lögskvöldi stofunni á sér. Þá var hún nákvæmlega sama vanda eins og að fá ekki hvítið með humrinum. Og það verið enginn í málningabransunum verið að elda þá þörf einstakrar fólks til að þurfa hafa ekki haft fyrirhyggju til að kaupa þá málningu eða áfengi annarkvort til að skreita heimilið eða borða með humri. En það þetta sko með ef við förum inn í þá hugmyndafræði þá þetta svo sérkennilt að þegar þú ert með viðkoma vöru eins og áfengi eða bara alls konar vöru sem eitthvað sem hefur áhrif fólk að þá eins og skaðsemin alltaf á þín ábyrgð. Við vitum það alltaf sagt já þetta hefur áhrif en fólk verður bara að passa sig. Það bara lítið á þetta sem einhvers konar val fólks að velja það að vera veikur á áfengi. Ég skil ekki alveg þessa hugmyndafræði sko, en ég skil auðvitað að einhverju geti þótt að rosalega þægild að klukkan kortur í 11 og 30 skvöldi að þá andið þeim rauðinsflösku að þá getur við komið bara að fengja hann eins og skot. Ég get alveg skilið þá til einhverju svona einstaklingshyggju miðum sjónamöðum viðkomandi en fyrir okkur hinn eða aðra sko sem tökum 3 skref og ekki eins og 3 skref eða þurfum að virða venjulega verslunartíma gagnvart því sem að það fyrirkomulega hefur vendandi fyrir aðra þá finnst mér það bara bæði samfélagslega skylda minn og annað að fara ef það þarf að taka aukaskref þá tekum maður því gjörna þannig að það þýðir eiginlega ekki að hugsa þetta sko maður getur í fyrsta lagi ekki hugsað þessi mála algjörl út frá eiginafla og öðru lagi getur maður heldur ekki horft fram að þeim mikilvægu sjónarmiðum sem verða að ef við verum með þetta svona þá kostar það bara alveg brjálæðislega mikla peninga og þeir sem eru í frelsinu eru oft að tala skatta skaðsemi við aukningu á áfengisneyslu bara hægt að reikna upp á dýringa og ef þú allar einhvern veginn að fjármagna þann skaða þá þarfstu bara að hækka skatt og það náttúrulega algjörlega gegn öllum sjónarmiðum þeirra sem aðhyllast til dæmis hægri stefnuna. Þannig að ef menn alltaf þessna sendum við inn þannig að forvarnahópur við sendum inn tillögur að í líð þessu átt sem væru í raun og veru sparnaður og það meðal annars þetta að tryggja það að sölufyrirkomna áfengisverði með þeim hætti sem hefur verið. Já. Svo annað sem að mér finnst áhugavert að það verða að normalisera áfengisgjafir það sko ef þú vinnur verðlaun í bara einhverjum bridgeklúbbi, ég spila bridge sko þá oftar en ekki áfengi í verðlaun, fyrsta, annað og þriðja seti áfengi. Ég var hjá góðgerðarsamtökum daginn að lesa upp á bók og þar var happdrætti 3 lítrar af rauðvíni ég dróst sem löngu hættur þessari vitleysu hefði aldrei átt að koma nálega áfengisneyslu ég var dregin út og verðlaunum voru 3 lítrar af rauðvíni það kom vel á vondan en sko það er rosalega stemning svona fyrir því að trekkja þetta upp og þetta bara nákvæmlega eins og sígartubransi vann í kringum 30 svo lítið sko og mér finnst vísbendingar af því og krakka sko sem í framhaldsskólum og eitthvað svona finnst vísbendingum að það sé aðeins svona það hefur reyndi verið smá rofi í rannsókn núna en sko en það íslenska æskulýðsrannsókn með kannar alltaf og það eru ákveðna vísbendingar þar ég get samt ekki 100% farið með það hér að því ég ekki búin að sjá nákvæmlega þau gögn en það voru komnar Ársæll Arnarsson og félagar og Ársæll sá miklu vísnamaður og hann sá sem hefur alveg gríðarlega yfir sínu þetta hann við búin að sjá í sínu gögnum að neysla þeirra sem neyta alltaf sífellt meira og meiri þar segja þó það sé samdráttur á einhverju leiti í til dæmis eins og vímuefnum eins og kannabis og öðrum slíkum efnum þó sé píkulítið miklu þetta reyndar litla tölur að þá magni sem verið að neyta að aukast samsmár það að segja neytendum fjölga kannski ekki mikið þeir neyta meira
og vandinn verður þó meiri. Já. Og við vorum alltaf með hræðilegt ári í fyrra, við vorum með svo marga skelfilega glæpi þar sem að vímuefni og áfengi kemur við sög og maður eiginlega bara botnar ekkert í þessu sko, við séum ekki að stíga fasta til jarðar. Já, sko, það er þetta sem allir með þess að menn eru búin að reikna út og það er örugglega þessi þættir sem að þessi skýrsla alþjóða heilbrigðisstofnunar er dálítið að kíkja og það er svo margir, sko, áfengisneysla snerti svo margt annað heldur en bara það að sita saman og drekka áfengi ykkur hóp. Það er allir þessar, nú voru alltaf mikla rannsóknir sem þið krabbamein sem er tengt áfengi og öðru slíku, en það eru bara svo óbóðslega samfélagslega áhrif. Þetta er ekki eins og að selja, sko, snúða út í bakari. Það eru bara ákveðin velti áhrif sem við harðum allt og það eru þeir hlutir sem að fyrir utan það vilja hafa ákveðin lýðheilsusjónum í gangi og hafa þokkald umhverfis fyrir börn og ungmenni, að þá er það bara þannig að það er okkur alveg brjálega dýrkeypt ef við ætlum að fara að feta þær slóðir sem aðrir hafa farið, meðan að þeir eru að benda okkur á það að halda okkur okkar kerfi, öll þessi skandinavísku kerfi. Bara ótrúlega heimska, ef ég má orða það. Já, það er bara, en sko, það er bara alveg sérstætt, þetta er alveg einstaklega sérstætt vegna þess að þetta er ekki bara 1 og 2 rannsóknir, þetta er bara heildar, þetta er bara vísindasamfélagið svo leggúsi, lýðheilsu vísindasamfélagið. Árni, það er alltaf gaman að fá þig hér að rauðaborðinu. Kæra þakkir fyrir komuna og ég vona að haldir áfram að koma hérna. Við þurfum bara að vera mörg í þessu, við þurfum að standa saman öllum í þessu. Já, þessi umræða er ekki til að skama sig fyrir, þetta er skynsamleg umræða. Ég bara leyfi mér að halda því fram. Ég fyrir utan að ég held að sé sko, við erum að, þegar við erum að fjallum þessi mál, sko, þá er fullt af fólki sem kannski gefur sig ekki frammi, en er algjörlega með sama huga og við sem erum aðhyllast í þessu nálgun í málum eins og áfengissölu, tóbakssölu og öðru slíku. Það væri verra ef sko meðvirknin væri með vondu hugmyndunum. Það væri mjög slæmt. Kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, kæra. Nú, ykkur hlustendur og áhorfendur, mér langar líka að færa ykkur þakkir fyrir að vera hér með okkur kvöld eftir kvöld við rauðaborðið. Þessi þáttur er komin á enda stöð, en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Við sem erum hér í mínu sæti skiptumst á að vera hér í mínum stól. Við reynum stundum að minna ykkur á mikilvægi þess að ef einhver ykkar eru aflögufær og eruð ekki orðin áskrifendur að samstöðinni, þá getið þið haft mikið að segja framgang okkar ágæta fjölmiðils. Ef þið látið svo lítið að greiða 2500 krónur í áskriftargjald, hvernig gerið þið það, kunnið að spyrja, það er einfalt, vefsíðan okkar samstöðin.is, þið skrollið aðeins niður, það er hnappur sem ástendur áskrift og voila, 2500 kall eins og 1 hamborgari tekin af ykkar vísakorti eða kreditkorti einu sinni í mánuði, það er eins og 1 hamborgari. En þakkir einnig fyrir að deila okkar efni og tala vel okkur, það er alltaf gaman að skreppa í bæinn og fá hnipp frá mörgum ykkar sem að eru mjög ánægð með okkar framtak. Við verðum vonandi áfram bara enn hraustari í loftinu, en það gerist ekki að sjálfu sér, við þurfum ykkar stuðning. Segjum þetta gott í bili, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.